Öll börn eiga rétt á því að fara í skóla. Í sumum löndum þá þurfum við bara að vinna. Af því þau eru svo fátæk. Mér finnst skemmtilegast að lesa. Bara Emil Kattolti og bara alls konar bækur. Stór skrímsli gráta ekki. Ég les hægt og sumir les hratt. Stundum les ég bara þegar ég er í bílnum að skoða hvaða búðir heita þær. Þótt að maður lesir ekki hratt, þá er maður samt svolítið rosalega klár. Ef maður er lítil systkini, þá getur maður kannski lest fyrir þau ef maður er nógu duglegur að lesa. Það er mikið af pöddum á Íslandi. Eins og flugur, kóngulær og ranabjöllur. Ég er samt duglegur að lesa þótt að ég lesi hægt. Stundum bara ruglast ég á stöðunum. Systir mín, hana las stundum fyrir mig. Þegar maður er fullorðinn þá getur maður lest svona, bók sem er bara með engum myndum, bara stöfum, þá getur maður lest það í huganum. Ég er góður í skólasundi og íþróttum. Mér finnst gaman að reikna og það er gaman að skrifa. Í stærðfræðinni að gera svona tölur aftur og bak í orma. Stundum þegar ég fer út í búð og kaupa námið þegar ég að kunna reikna. 100 mínus 90 eitthvað. Mér finnst skemmtilegt að gera plús. Mér finnst svolítið erfitt að gera mínus. 71 eða eitthvað, það er svolítið erfitt. Það er ekki allir eins. Og sumir finnst erfitt að læra, sumir finnst ekki erfitt að læra. Til dæmis nafnorð er bíll. En hann heitir ekki kassi, hann heitir ferhyrningur. Í frímínútum læra maður að leika. Ég er búin að læra að ekki fara út af skólalóðinu. Ég er mest að leika mér í einagrunni eða eltingaleik. Svo fer ég að leika upp á áherslundi. Já, ég held að ég ætla að vera skordýrafræðingur. Ég ætla að vera hafgreiðslukona. Skordýrafræðingar skoða margar pöddur með smá sjó og alls konar tækjum sem eru rándýr. Þegar ég var lítil minni, þá var ég bókvort ég ætlaði að vera njósnari. Fótboltamaður af því að ég æfi fótbolta. Ég ætla að vera bakari. Það sem lítið er lítið glas. Hún að búa til kökur og læra búa til brauð. Við erum eiginlega ekkert að læra skordýr en síðan kem ég örugglega í skóla sem ég læri skordýr. Ef það væri ekki til skóli þá værum við sennilega bara í pössun. Þá væri ég bara að gera eitthvað bara úti, til dæmis veiða í matinn. Mér langar ekki að hafa skóla neitt öðruvísi. Hann er bara flottur eins og hann er. Við erum heppin að eiga skóla á Íslandi og heppin að búa á Íslandi.